Og ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði að hefja störf. Fyrir þá sem horfa í streymi þá verið velkomin á ágóðafundinn. Það hægt að senda spurningar á tölvupóstfangið fjárfestatengsl@reitir.is og við Einar munum svara þeim í enda fundarins. Þetta verður með hefðbundnu sniði. Ég mun svona stikla á helstu atriðum uppgjörsins og Einar mun svo fylgja eftir og fara beint í rekstrar- og efnahagsreikninginn. Við erum mjög ánægð með þetta uppgjör sem við erum að sýna í dag. Þegar við erum komin djúpt inn í árið og 6 mánaða uppgjör liggur fyrir, þá eru skilaboðin mjög skýr. Vaxtastefnan hún er að skila sér og hún er að skila sér af auknum þunga inn í reksturinn. Það eru 3 atriði sem ég legg höfuð áherslu á. Fyrsta atriði hagnaðaraukningi milli ára. Við erum með hagnað á fyrstu 6 mánuðum upp á 6,5 milljarð, aukningum 900 milljónir. Það sem við erum að sjá að tekjurnar eru að aukast á 2-faldur hraða á við kostnaðinn. Og það skilar sér í þessari tölu. Tekjurnar aukast rúmlega 12%, kostnaður 6%. Nú annað mikilvægur áfangi framúrskarandi innri vöxtur. Fyrirtækið að stækka, hefur stækkað fyrsta árshelmingi nálægt 5,5 milljarð. Þetta eru 45 milljónir á hverjum virkum degi, hverjum degi. Og ástæðan fyrir að leggja áherslu á þetta að þetta samkeppnisforskot fyrir Reita. Svona vöxtur ekki keyptur, hann þarf að byggjast upp. Hann skila framtíðartekjum eins og kemur inn á hér á eftir. Og við erum gríðarlega stolt af þessum hluta uppgjörsins. En auðvitað við þessu til þess að leigja út húsnæði og þess vegna líka einn af þessum 3 áherslaatriðum sem kom upp í hugann hjá mér eru 2 ný stór viðskiptasambönd sem við höfum verið að kynna þessum síðustu dögum og vikum. 14.600 fermetrar, hjúkrunarheimili og verslunarrými upp í Mosfellsbæ. Og það nú leikurinn á baku alla þessa uppbyggingu að koma fasteignum í rekstur. Þannig það mjög ánægjulegt. Ef við kíkjum að sjálft uppgjörið og kíkjum á svo tölurnar, þá erum við að sjá tekjurnar aukast umfram áætlun á meðan kostnaðurinn akkúrat á pari. Tekjur 9,9 milljarðar aukast 1,1 milljarð, 7,4% aukning á raungildi. Á sama tíma kostnaðurinn, hafið til huga, tekjurnar aukast 1,1 milljarð, þá kostnaðurinn að aukast á milli ára innan við 200 milljónir. Stjórnunarkostnaður 6%, rekstrarkostnaður 7%. Og það merkilegt að stærsti hlutin þessara kostnaðaráætlun, þetta sem komið kannski óvart, það eru fasteignagjöldin. Þau standa til 70% af þessari kostnaðaraukningu. Það alveg kannski efni sér fund, en svona áhugavert að líta á það að við vorum að fyrir hluta ársins að greiða í kringum 1,4 milljarð í fasteignagjöld. Nú, tekjur á óbreyttu eignasafni, sjáðu þið á glærunni, 10% rúmlega. Þarna munar mestu nýja samninga við hótelin, kringum 500 herbyggi sem við breyttum leigusamninga á. Það var gert í október, að stofni til í október síðasta ári. Þannig að áhrifina gætir að fullu þessu uppgjöri, en auðvitað þegar 3. ársfjórðungur kemur fram, þá þessi breyting vera minni, bara svo menn hafi það í huga. En þessi tekjuaukning á hótelum og öðru annarri starfsemi af óbreyttu eignasafni hefur líka það bein áhrif á rekstrarhagnaðarhlutfalli sem núna 63% og eykst 1,7% frá sama tímabili fyrra. Og það mjög gaman að sjá að tekjur renna beint niður í bottom line. Nú nýtingarhlutfallið, heildarnýtingarhlutfallið 94% og virkahlutfallið rétt undir 97%. Og við höldum þessu alltaf aðgreindu virku hlutfalli, þar að segja það eignir sem geta farið beint í rekstur, og svo heildarhlutfallinu sem tekur það líka til eignar sem í þróun. Það lækkun á fyrri hluta ársins á þessum hlutfallum. Við höfum verið að setja eignir í þróun, Laugavegur 77 til dæmis, datt inn. Og bara til að setja þessi hlutfall í samhengi, við horfum alltaf á þessa prósentu, þá þessi lækkun, hún jafngildir 100 milljónum í tekjum á þessu ári. Hvernig mun það þróast?
við spáum því að nýtingarhlutfallið mun lækka og það er ástæða fyrir því. Við höfum alltaf verið mjög, okkur verið umhugað að besta eignasafnið okkar, breyta nýtingu á þeim eignum sem við erum með til að hámarka arðsemi þeirra. Við erum með 500.000 fermetrar eignum og höfum á síðustu árum umbreytt rúmlega 30.000 fermetrum. Skrifstofur í hjúkrunarheimili, skrifstofur í íbúðir og við ætlum að halda áfram á þessa vegferð. Og það þýðir óhjákvæmilega að hluti af okkar eignum verður í ákveðinn tíma í þróun. Það sem gerist á þessum ársfjórðungi, þriðja ársfjórðungi, er að Borgartún 37, köllum þetta Órugóhúsið vanlega, það er að fara í þróun og þess vegna mun nýtingarhlutfallið lækka á þriðja ársfjórðungi, bara svo það sé alveg sagt. Ég talaði að tekjur hafi verið að aukast umfram áætlun en kostnaður hafi verið á pari og þegar við hittum sér síðast í gegnum streymi þá tölum við niðurstöðu ársins og horfur og sögðum þá að við værum komin í efri mörk á áætlunni. Það sem við gerð síðan þá er að verðbólguþróun hefur verið hærri en áætlun gerði ráð fyrir og eitthvað það hefur gjáin eða bilið breikkað. Þegar við horfum á fyrstu mánuði ársins þá var bilið milli verðbólgunnar í áætlunni og raunverðbólgu rétt undir 0,5%. En þegar við horfum á þetta núna við 8 mánuðina þá er gatið orðið meira 0,6–0,7. Það þýðir að við sjáum að tekjur ársins munu þróast með öðrum hætti en við sögðum í þeirra ársins og höfum breytt þá horfum fyrir ári heilsinni og horfum nú að tekjurnar verði þetta 19,8 til 20,1 milljarður og sömu hlýðrum munum við sjá í rekstrarhagnaði fyrir matsbreytingu 13,2 til 13,5. Ég tala mikið innri vöxt félagsins og við höfum sett okkur mjög sterk og ákveðin vaxtarmarkmið. Þau snúa bæði að ytri og innri vexti. Innri vextur er það sem hefur meira áhrif á. Hitt eru kannski svona höpp og ytri gæði. Það gengir mjög vel eins og ég sagði. Verkefnastaðan er gríðarlega góð. Við erum í lykili verkefni núna, mjög dreifnu verkefni. Við erum með hótel, hjúkrunarheimili, verslunarrými. Og með nýjum samningum sem vorum að undirrita og ekki fyrir löngu, þá heldur verkefnastaðan áfram að batna. Þess vegna sjáum við að þessi taktur, hann muni halda áfram. Og þá er það bara að horfa til þessi verkefni sem við erum nú þegar með. Þannig sjáum við fram á að framkvæma, steypa, negla og hvað maður kalla þetta, fyrir 10 milljarða þessu ári og aðra 10 milljarða á næsta ári. Þetta hefur náttúrulega gríðarlega mikil áhrif á hvernig við horfum á tekjur framtíðar. Þannig ef ég horfi bara þessi verkefni sem við erum komið leigusamninga á og erum að byggja til að geta leigt og við fyrir fyrirsjáanlega tekjur, þá er þetta tekjur sem kom inn á næsta ári og kannski byrjun 28. Samtals 2 milljarðar nýjum tekjum fyrir eiti. Og ef við setjum það í samhengi við uppfærða afkomuspá, þá er þetta 10% af tekjum sem hefur verið dett inn á næstu misserum, 27 og byrjun 28. Þetta er greiðlega mikilvægt og við horfum þessa mynd og sjáum við á síðustu árum, þá höfum við verið með innri vöxt og verið að vaxa frá 23 kringum 30 milljarða. Þetta er uppáskrift fyrir framtíðartekjur og það er mjög gott að hafa þetta og geta spáð með þessum nokkuð örugga hætti inn í framtíðina. Það er líka mikilvægt þegar við horfum á þessa stækku fyrirtækisins og einhver sem kæmi að þessu fyrsta skipti myndi segja, jú, þetta er greiðlegur vöxtur, skuldsetning. Hvað er að gerast? Við höfum lagt á mikla áherslu að við erum ákveðna arðgreiðslustefnu, henni verður ekki breytt. Þessi vöxtur, hann er fjármagn annars vera lántökum og hins vegar af fjármunum úr rekstri. Þannig að hlutfall lánaþekjan, hún er ekki að breytast og það mun vera þannig áfram. Eitt af þessu lykilverkefnum sem við höfum verið að tilkynna á síðustu misserum, þetta var í vor þá unnum við útboð á vegum FSRE, hjúkrunarheimili á Akureyri, rúmlega 9.100 fermetra rými, 140 vistmenn og þetta er byggt svona eins og stjarna þar sem sameiginlega rýmið er í miðjunni og
greiðilega mikið vinna lögð í það að besta þetta útlit á húsinu og starfsemina. Við erum mjög ánægð með þetta. Þetta kallar svolítið á og staðfestir þessa sýn sem við höfum verið að tala um, að við viljum vera stærri og meiri í heilsutengdri starfsemi og þetta sérst annað hjúkrunarheimili sem við erum að vinna að. Við erum líka að umbreyta skrifstofum hérna niðri Nauthólsvegi í hjúkrunarheimili. Og þetta eitthvað sem okkur langar að gera meiri í, heilsutengd starfsemi, eitthvað sem sjáum mikið tækifæri í framtíðinni fyrir fyrirtæki sem kunna til verka. Nú, annar lykiláfangi í stóru verkefnunum var leigusamningur sem við gerðum ekki fyrir margt löngu. Þetta fyrsti leigusamningur á Korputúninu. Drangar að leigja á okkur þarna fjóra fasteignir, samtals 5.500 fermetra. Þarna verða Lyfjaval, Kjötkompani, Netto, Heimkaup og innan skamms munu Drangar einnig tilkynna 2 alþjóðlegar verslunarkeðjur sem verða í einu af þessum húsum. Afhending á þessum rýmum verður í vor á næsta ári og það mjög gaman að hafa loksins sjá Korputúnið raungerast og við erum nú þegar farin að skipuleggja næstu reiti við hliðina til að tryggja áframhaldandi uppbyggingu. Kannski maður bætir þarna við að þarna fyrsta, ef ég man rétt, fyrsta atvinnuhúsnæðisreitin sem vottaður og ánægilegt að koma að því. Fleiri verkefni, fleiri lykiláfangur í höfn. Við undirrituðum í byrjun júní viljayfirlýsingu við Hjallastefnuna. Hjallastefnuna búin að vera hrakhólum í Reykjavík langan tíma og gaman að geta komið að enn og aftur samfélagslega mikilvægum verkefnum. Þarna mun rísa 3.100 fermetra grunn- og leikskóli, pláss fyrir 400 börn. Hönnun stendur yfir og sem enda þá með samningagerð. Það sem líka skemmtilegt í þessu að þarna erum við að klára annan lykilsamning í þessu konsepti okkar sem lífsgæðakjarni. Hinn samningurinn samningur hjúkrunarheimili sem stendur beint á móti. Þetta fyrsti lífsgæðakjarninn á Íslandi og þarna erum við að bókstaflega að tengja saman kynslóðurnar, krakkana og svo eldra fólki. Og í kringum þetta verða svo byggðar þjónustíbur og fleiri þjónustur sem snýra því að koma öllu saman undir sjálfu sér eitt þak. Þannig við erum mjög ánægð að vera leiðandi í þessu. Við erum svolítið að breytast úr því að bara vera leigusali. Það og verður alltaf okkar kjarnastarfsemi. En þetta dæmi það að reitir orðnar þekkingar og þróunarfyrirtæki. Upp að þessa verkefnis voru hugmyndir sem við vorum að velta fyrir okkur. Ræddum aðeins í Reykjavíkurborg og Reykjavíkurborg leitar svo til okkar þróun á svæðinu. Og það gríðarlega mikið akkur að vera í þeirri stöðu að vera ráðgefandi varðandi uppbyggingu í borginu og bænum. Þetta svo staði sem okkur langar að vera í. En ef við kíkjum aftur á tölurnar, Einar. Já. Guðni sé búin að gera nokkuð vel grein fyrir flestum þáttum en við erum bara mjög stolt af afkomu á fyrri hluta ársins og tekjuvöxturinn upp á 12,7% eða 7,4% raunvirði bara mjög góð niðurstaða og ekki síst þá hvaðan að koma. Það þá vöxtur vegna hótelana sem að skýra þarna stóran hluta af þessum like for like vexti upp á rúm 10% og verkefni sem að Guðni kynnir eru þá þau sem að taka við keflinu í að halda vextinum áfram og við sjáum að það muni koma þá inn kannski sterkar á fyrstu ársfjórðungum ársins 27 heldur en á þriðja og fjórðafjórðungi. En 6-7% aukning í kostnaðarliðum, rekstrarkostnaði fjárfestingareigna og stjórnunarkostnaði gerir það verkum að rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu þá komin í rétt rúman 6,5 milljarð. Þannig að breytingi milli ára upp á 16,2% veruleg. Horfandi á þessa 2 árs helminga þá efnahagslífið að þróast með mjög ólíkum hætti á þessum 2 áslutum og í fyrra vorum við að sjá verðbólguna koma niður og í ár hefur þróunin verið með gjörólíkum hætti. Hún hefur verið að koma upp aftur og við sjáum merki þess mjög glögglega í fjármagnsgjöldum og matsbreytingu og við sjáum til dæmis fjármagnsgjöldin upp rúm 50% year on year, fyrst og fremst vegna
verðbótana og en það sem ég ætlaði að benda á og fjallum hérna var að matsbreytingin þá ekki alveg að ná að fylgja eftir. Hún 3,9 milljarðar á fyrstu 6 mánuðunum samanborið við 3,6 á árinu í fyrra, aukningu einhverja tæpa 300 milljónir. En þarna erum við að sjá eins og við höfum svo séð áður þessi víxlverkandi áhrif milli verðlags og hækkunar á ávöxtunarkröfu. Þannig að grunnvextir hafa verið að mjakast upp og við sjáum hérna þessi svona cross áhrif gera það verkum að matsbreytingin ekki að halda í við aukningu fjármagnsgjalda. En annars bara samsetningin á hlutföllunum bara að flestu leyti mjög sterk. Við vissulega myndum vilja sjá nýtinguna þróast með ólíkum hætti en hún að gerast en öll önnur hlutföll eru bara nokkuð solid og í rétta átt. Ef við horfum síðan á ársfjórðunginn stakan, annan ársfjórðung 2026 og við höfum haft það fyrir venju að bera hann saman við þá næsta ársfjórðung á undan til að sjá svona nær þróunina að þá 5,4% aukning í tekjum Q-on-Q og það bara mjög sterkt og heldur áfram þessi sterkir raunvöxtur að koma fram jafnvel bara milli aðliggjandi ársfjórðunga. Aðrir liðir að þróast með nokkuð sambærilegum hætti, það eru minni breytingar í rekstrarkostnaði, stjórnunarkostnaðurinn að prósentil aðeins hærri en sambærileg aukning í rekstrarhagnaði. Við erum að sjá tekjurnar koma í fyrsta skipti yfir 5 milljarða sem að undistingur svo sem bara horfurnar fyrir árið hátt í 20 milljarða tekjur. En hlutföllin svona Q-on-Q tiltölulega lítið að gerast í þeim. Nú, þessi vöxtur sem að Guðni talar og það sem að við hefur í gangi núna undanfarið skila sér náttúrulega bara beint inn í efnahagsreikninginn. Við sjáum aukningu í fjárfestingareiknum frá áramótum upp á tæpa 10,3 milljarða og það þá til komið vegna vaxtarins. Það eru tæplega 5,5 milljarður í innri vexti, það einhverjum 700 milljónir í ytri vexti og svo þá matsbreytingi sem að skila þessari tölu. Staðan í handbæru fé var á þessum tímapunkti mjög sterk. Við höfum verið að glíma áskorunna við það að fjármagna svona uppbyggingaverkefni sem eru sífellt í gangi að við þurfum að koma reglulega út og sækja pening og höfum verið að selja skuldabréf á markaði og á þessum tímapunkti höfðum við nýlokið við útboð þannig að kastaðan há en staðan í lánunum þá há á móti þannig að það skýrir að hluta til hækkunina í loan to value þess að við héldum á lánum en peningurinn var ekki búinn að umbreytast í steypu, járn og gler. Annars tiltölulega lítið að frétta af samsetningu skulda. Við vorum með meðalkjör sem voru nánast þau sömu og voru á fyrri ársfjórðungi, hækkum 1 punkt. Síðasta útgáfa hjá okkur í skuldabréfunum var overtryggt bréf, þannig að það að breytast aðeins, eða allavega þá dýnamíkin í því hvernig við erum að setja skuldirna saman og eftirspurn fjárfesta eftir okkar afurðum. En eins og Guðni nefndi að þá eru horfurnar fyrir árið hækkaðar og þessi munur milli þeirrar áætlunar sem við gerðum í upphafi árs, sérstaklega varðandi verðlagsþróun og þess sem að hefur síðan raungerst, hann að aukast og gerum ráð fyrir að hann verði í árslok einhvers staðar 0,7 til 0,8% munurinn og það munar þegar að grunnurinn til dæmis í tekjunum 20 milljarðar, þá skilar þetta áhrifum þarna inn. En ég held að allt hafi annars komið fram við þetta en það svo sem innbyggt inn í þessar horfur að raunvöxturinn á síðari hluta ársins hann verður minni og það kemur til vegna þess að það eru
like for like áhrif vegna hótelana sem að fara út og svo þá breytingarnir sem Guðni talar með Origo-húsið á Q3. Það ekki meira frá mér og við opnum fyrir spurningar. Ef að byrja þeim sem komu gegnum e-mail? Já, kannski bara byrja í sal. Já. Gefum við Láru tíma til að grípa mækinn og svona. Já, góðan daginn. Helgi Frímanns frá Landsbankanum. Mér langaði aðeins að spyrja hérna starfsþættina. Já. Mér sýnir svona þróunin í allavega skrifstofum og verslun vera aðeins ólíkur. Það að fyrir tekjuvöxtur en afkoman í EBIT-in af skrifstofunum er að hækka meðan að lækka í verslun. Kannski, já, þú veist, sérstaklega varðandi verslunina, eitthvað svona sem skýrir þessa þróun? Nei, ég held að það sé aðeins erfitt að rýna oft í starfsþættina og það geta verið sveiflur til dæmis bara í viðhaldi tiltekinna eigna sem að gera það verkum að ég held að séu engir svona undirliggjandi fundamental þættir sem að spila þarna inn í. Guðni tala vissulega það sem við höfum verið að gera undanfarin ár með umbreytingu á eldra skrifstofuhúsnæði yfir í önnur not og það eru skref sem við höfum stigið mjög markvisst undanfarin ár og mun halda áfram. Já, ég myndi ekki lesa svo mikið í þetta og alls ekki tólkað þannig að skrifstofa væri eitthvað að stinga verslun af í rekstri, sko. En í greiningu, í lestri á starfsþáttunum eins og ég veit að margir ykkar gera að þá sést vel þessi hótelaukning og tekjuaukningin í starfsþættunum hótel mjög frábrugðin því sem hún var í fyrra og það þá þeir samningar sem að Guðni talaði á. Kannski viðskipta skuldirnar aðeins að aukast ekki 1,3 eða eitthvað sem skýrir það? Skuldamegin. Viðskipta skuldir? Já, sko ógreiddur arður inn í viðskiptaskuldunum og hann var það enda líka í síðasta fjórðungi en annars eru sveiflurnar eiginlega meiri hinum megin. Við höfum verið að sjá aukningu í viðskiptakröfum og vonast til að það fari svona aðeins að balanserast betur inn á seinni hluta ársins. Kannski bara einu lokinni varðandi Borgartún 37. Getið aðeins talað betur svona hvað að sjá fyrir ykkur þar? Við erum búin að fara í ítarlega valkostagreiningu á húsinu og það eru svolítið 2 möguleikar sem standa þar efstir. Það ákveðin tegund af skrifstofuhúsnæði eða heilsutengd starfsemi og það mun skýrast á næstu vikum í hvor áttina við förum með húsið. Það gríðarlega eftirspurn eftir húsnæði í heilsutengda starfsemi, hvort sem það sé Landspítalinn eða hjúkrunarrými annað slíkt. Og við erum svona sjálfsög bara að reyna að sjá hvaða möguleiki er bestur og hagkvæmustur fyrir okkur. Líka hafandi huga tíma sem tekur að breyta starfsemi hússins ef það er sú leið sem við veljum. Einhverjir fleiri í sal sem vilja taka til máls? Ef að grípa í einhverja af þeim spurningum sem komu í streymi? Já, heldur betur. Við fengum nokkra spurningar rafrænt. Fyrsta spurningin hvað skýrir mikinn vöxt í hóteltekjum á öðrum fjórðungi? Hvernig sjáu þið þá þróun á næstu fjórðungum? Já, það náttúrulega sem við komum inn á held í kynningunni að þessi tekjuaukning frá Like-for-like-safninu vegna samningar svo gerðir voru virkir í október í fyrra. En auðvitað, við erum að fá meiri tekjur af hótelum þegar Hyatt hótelið opnar áramótin og þá mun enn ný tekjustoð bætast við í rekstri fyrirtækisins og verður meiri áhættudreifing frá því sem nú er. Gætum hugsanlega líka stækkað í hótelgeiranum og breikkað enn frekar þar inni. Það kemur í ljós en það eru fleiri stoðir undir rekstrinum en voru kannski fyrir einhverjum 3 árum eða svo. Það líka spurt áhrifin af þessum nýju verkefnum og Guðni var svo sem búinn að gera því þokkaleg skil. En það sem breytt núna hjá okkur samanborið við hvernig það var fyrir nokkrum árum síðan þegar að vöxturinn var kannski meiri ytri vöxtur að við þurfum að gera og erum að reyna að gera betur grein fyrir áhrifunum going forward. Guðni talar hátt í 2 milljarða af nýjum tekjum sem munu koma inn á árunum 27 og 28 í Q1
einn uppgjörinu gerðum við ágætlega grein fyrir væntum 27 tekjum og aðeins inn í framtíðina. En það sem nýtt í þessu fyrst og fremst hjúkrunarheimilið á Akureyri sem að mun koma þá inn 27-28. Þannig að En segi fyrirsjáleikin á þessu framkvæmdum, hvar, hvenær og með hvað hætti, þau munu skila sér í tekjum orðin ljósari en var áður. Og þess vegna getum við talað með þessar tölur sem 2 milljarðar, sem verður nýja tekjur á næstu misserum. Mér sýnist við vera búin að tæma spurningalistan úr streymi. Þá tilvæglega að bæta við einni spurningu úr sal. Kemur mér aðeins á óvart að Geir sé ekki með neitt. Nú, svo ekki, þá bara þakka þér fyrir komuna og þakka þeim sem horfðu í streymi og við sjáum svo aftur í nóvember með 3. ársfjórðung. Takk fyrir. Takk fyrir.